Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Grunnskóli Þórshafnar hefur verið starfræktur frá árinu 1933 þó að formleg menntun á staðnum eigi sér enn lengri sögu. Skólinn hefur alla tíð gegnt veigamiklu hlutverki sem miðpunktur samfélagsins og gerir enn, en í dag eru 67 nemendur í skólanum og fer fjölgandi. Á síðustu árum hafa nokkra breytingar átt sér stað, en nú í febrúar lauk gífurlega umfangsmiklum endurbótum á skólahúsinu. Tímabærar framkvæmdir var að ræða, en það var elsti hluti húsnæðisins byggður árið 1944 og var ástandið orðið ansi slæmt og reyndar heilsuspillandi. Það var eiginlega vægast skelfilegt. Ég kom hingað haustið 2013 og ég verð að viðurkenna mér brá svolítið því ég kom að skoða skólann af því að það var bara eiginlega allt í niðurníðslu og þó var samt byrjað á endurbótum eftir að ný skólastjóri kom. Allir dúkar voru skemmdir, það var allt mjög svona, allar innréttingar mjög dökkar og drungalegar og það var bara gamlar hurðir, gamlir dúkar, það var lak hérna í loftinu, hérna í andýrinu. Við vorum yfirleitt með fötur svona á vissum tímabilum eftir hvernig viðraði úti, þannig að það var bara mjög slæmt ástand. Á fyrri stigum framkvæmdanna kom í ljós mygla sem hafði hreiðrað sig víða húsið og haft slæm áhrif á heilsu starfsfólks og nemenda. Enda hefur fjarvistum vegna veikinda fækkað umtalsvert eftir framkvæmdirnar. Fyrsta lagi náttúrulega bara að vera í nýjum skóla, bara sú breyting náttúrulega frábær. En svo höfum við bara tekið eftir því að líðan starfsfólks og veikindadögum hefur fækkað alveg 25%. Fyrir utan það bara líðaninn að vera í nýju umhverfi og hafa góða aðstöðu. Heildarkostnaður vegna framkvæmdanna nam 153 milljónum króna. Því heilmikla fjárfestingu að ræða af hálfu sveitarfélagsins sem Ásdís telur að endurspegli trú á stofnuninni. Ég myndi náttúrulega segja að bara sveitarstjórnin bara er að sýna það að þeir vilja hag barnanna og starfsfólksins, bera hag þeirra fyrir brjósti og hafa trú greinilega á skólanum og því starfi sem fer hér fram. Þetta er bara traust yfirlýsing frá samfélaginu. Grunnskólinn gegnir afar mikilvægu hlutverki á Þórshöfn og stefnir í fjölgun nemenda á næstu árum. Við erum með 67 nemendur í dag og það hafa farið alveg niður í 60 núna síðustu ár, en hann er frekar upp á við. Við horfum fram á frekari fjölgun. Það eru stórir árgangar að koma inn, svo er sameining við Bakkafjörð og þaðan fáum við nokkra nemendur. Þannig að það bara lítur mjög vel út. Það er aldrei öðruvísi þróun en í flestum sambærilegum skólum. Kanntu einhverja skýringu á því? Þetta er kannski bara fólk duglegt að fjölga sér hérna og líka svo vel að vera hérna. Og við erum líka að fá fólk hingað sem er að koma aðflutt, hlýta hingað annars staðar á landinu, þannig að það hlýtur að vera og líklegast eitthvað með atvinnustigið að gera og hér er kannski ekki dýrt húsnæði, ekki mjög. En nú væntanlega árgangarnir ykkar dálítið misjafnlega stórir. Hvernig er svona skipulagið? Er þetta hefðbundin bekkakennsla eða? Nei, við erum með svona samkennslueiningar. Yngsta stiginu kennum við mjög mikið saman, 1. til 4. bekkur og svo er það 5., 7., 7., 8., 9., 10. Þannig að við reynum svolítið að púsla þessu saman og vera þá með svokallega hringgekjur. Þannig að við erum með nokkra hópa í einu í kannski 3 sem rúlla svona á milli. Og reynum þannig að mæta þörfum allra, bæði félagslegum þörfum og þá námslegum þörfum. Þegar Orkubaragarði var mikið að vera í skólanum, enda hápunktur ársins í aðsigi, sjálf árshátíðin. Það er eins og við sjáum hérna. Það er búið að ganga á ýmsu í 2 vikur og við erum að setja upp ávaxtakörfuna. Og það er þannig að við skiptum raun og veru leikritinu í 3. Yngsta stigið tekur 1. hlutann, miðstigið 2. hlutann og elsta stigið síðasta hlutann, 3. hlutann. Og það eru raun og veru, ég myndi giska að það eru svona 55 leikarar af 67. Restin hefur verið að taka þátt í hönnun og búningum, leikmynd og við erum með hljóðmenn og sviðsmynd og menn sem krakkar sem eru kvíslarar, sjáum tjöldin og annað, þannig það eru allir að taka þátt. Við erum að undirbúa fyrir árshátíð.
Hvað ætlið þið að sýna, að gera? Við erum að fara að gera ástaköruna. Það fá flest allir hlutverk og eitthvað að gera, förðun eða hlutverk og svo eru allir, það er einhverju sérstakir í aðalhlutverki og við erum til dæmis aðalhlutverk og svo eru auka eins og það eru mjög margar perur og margir bananar en það eru alltaf 2 aðal. Og ég þykir sjá að þú sért pera eða hvað? Jú, ég er pera. Og þú ert? Gulrótin. Hvernig kom það til að þið voru valin í aðalhlutverki? Eru þið vanir leikarar? Nei, ég er nú ekki rosalega vanur leikari. En hefurðu leikið áður? Já, ég hef leikið áður. Hvernig finnst ykkur að undirbúa svona? Hvað tekur þetta langan tíma að setja þetta upp? Við erum núna búin að vera allavega að æfa, við erum búin að vera svona 4-5 vikur. Finnst ykkur gaman að leika? Já. Já, mér finnst það æðislegt. Hvað er svona skemmtilegt við að leika? Það er bara gaman að láta fólk að sjá því og verða fræg. Og svo er gaman að fara inn í hlutverkið og prófa að vera einhver annar en maður er sjálfur. Og til þess að setja upp alvöru leiksýningu þá er nauðsynlegt að hafa góða tæknimenn. Ég er með hátalana og hann er að sjá ljósin og lögin. Já, líka ljósin. Já, þú sagði það. Hafið einhverja reynslu í þessu? Já, þetta er í rauninni fyrst skipt sem að ég nota þetta allt en ég hafði hann hérna til að hjálpa mér hann kendi mér eiginlega á þetta allt hérna. Þú reynslubolting? Já, með gerði síðustu ásatíð og dag í svona tungu og þorrablótið. Nú eru svona flestir hérna að leika. Hvernig kom það til að þið fóruð í að vera á hljóðinu og ljósunum? Það var fyrst beðið mig að leika en svona ég skal vera fullkomlega hreinskilinn, ég er svona hálfgerðlega netti ekki, ég sé strax eftir því núna. Já, en þetta er samt alveg mjög gaman að vera hérna með hljóðum sem. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.